Fullkomnasta fiskvinnsluhús landsins staðsett í Grundarfirði. Við heimsóttum fjölskyldufyrirtæki G-Raun og hittum Guðmund, einn 7 systkina sem standa að baki fyrirtækinu í dag. Hann hóf störf hjá fyrirtækinu sem þá var í eigu foreldra hans árið 1975, þá sem sjómaður en færði sig í land árið 1982. Þetta er 4. umbyltingin á hans starfsævi sem spannar allt frá lóðavóum til vinnslu sem að miklu leyti stafræn í dag. Þú og þín fjölskylda eru nú ekki alveg nýgræðingar hérna í fiskvinnslu? Nei, við erum búin að vera í útgerð síðan 1947, fiskvinnslu frá 1979. Pabbi byrjaði hérna í útgerð 1947 og svona fleirum en þetta byggja fyrir sig nýjan bát. Og síðan höfum við þessi fjölskylda verið viðloðin útgerð og fiskvinnslu hérna frá Grundarfirði. Hvað var síðan til að þið leggið í byggingu þessa hús? Það gamla húsið okkar var bara orðið tæknilega úrelt og við sáum fram á það hérna að við myndum ekki geta vera samkeppnishæfir á þessu markaði og þá var annað hvort að hætta eða taka þetta skref og það var svo sem ekki flókin ákvörðun að taka. Það var bara samtitt 10-0 sko, í stjórninni að farið þessa fjárfestingu. Það hefur verið að tala um útflutning á fiski. Þið eru með dálítið mikla fullvinnslu. Það er eitthvað sem að þið eruð að einblína á. Já, fullvinnslu og ekki fullvinnslu að vinna fiskinn sem sé flytja hann út ferskan. Hann er skorinn í bita, hnakka, bita, flagga hluta og fluttur þannig ferskur út. Og við erum að skipa út, ég veit ekki, 6-8 sinnum á viku eða oftar. Hverjum einasta degi, stundum 2 á dag, koma fisknum ferskum út. Og nú er þetta alveg nýjar flæðilínur, er það ekki, hjá okkur? Nú eru komnar alveg nýjar vélar til að gera þetta sem skera, draga, þessi handavinna, hún minnkar. Vélarnar vinna meira og minna það sem áður var unnið í höndum. Svo það hefur verið að mata vélarnar, taka frá þeim og pakka og þess aftan en þessi leiðilegu störfin held ég og vonandi hafa minnkað á farið, sko. Þið eru samt með stóran hluta íbúa Grundarfjarðar í vinnu? Við erum með, hérna í vinnslunni erum við með tæplega 50 manns í vinnslunni, þessi í landi og svo erum við einhver 35 manns á sjó, svo við erum með 85 manns í vinnu í heildinni sem fyrirtæki og já, það er nokkuð stórt hluta allar vinnandi afli í Grundarfirði. Já, er það ekki 10% eða eitthvað? Heildar íbúafjölda, sko. Á heildar íbúafjölda, já, akkurat, þannig að það er kannski meira vinnandi fólki. 20% vinnandi fólki eða ekki. Já, ef við förum aðeins yfir litagleðina hérna inn í vinnslusalnum hjá þér, þá ertu með fólkið í appelsínugulum göllum og línurnar eru bláar. Allir búnar, þetta er blátt, hvítt og einhvern veginn steingrátt og gömlu vinnsluslopparnir eru hvítir eða ljósbláir og við sáum það bara passaði ekki inn í þessa verksmiðju og Unnsteinn, bróðir okkar sem er mikill hugsuður, hann hérna sagði þetta gengi ekki, við erum að gera eitthvað. Og hann kom með hennar óranslita galla og við vorum ekki mjög gengkeyptir fyrir honum til að byrja með en keyptum fyrir resthugmyndina og við erum mjög ánægðir með þetta. Fólki sést mjög vel, þetta er mjög hreinlegt og svo finnst okkur þetta bara smart. Af hverju er blá línan? Þetta eru margs konar færibönd úr kubbum og reimum og annað höstur og ef eitthvað bilar, band brotnar og þá hérna sæjist ef að brot færi með í fiskholdinu til dæmis, þá sérst það mjög snemma í ferlinum að það er einhver aðskotar hlutir í fiskinum. Það er svona grunnhugsunin í þessu. Er ekki dálítið mál að reka svona fyrirtæki upp á bara tækni nýjungar? Nú þekkja það örugglega allir hvað er erfitt að halda í við bara venjuleg símtæki. Hvað þá heilar vinnslulínur í stærsta og hvað ég segja, tæknilegasta, fullkomnasta fiskvinnsluhúsi landsins? Jú, við erum að gera ákveðnar breytingar. Réðum hérna tvo tæknimenntaða menn til þess að hjálpa okkur við að stýra þessu búnaði. Því við eldri kallarnir hérna höfum litla enga þekkingu á að stýra svona búnaði. Yngri mennirnir með tæknimenntuna og tölvu og véltæknina, þeir keyra þessar vélar. Sérstæð ykkar í vinnslunni? Þessi vinnsla er með þá sérstu umframfeldi flest allar fyrir þetta eina væntanlega. Þá erum við 2 vinnslulínu, annars við getum unnið karfa á annarri línu og bolfisk eins og þorskísu, ufsa og þorskísu á ufsa á hinni línunni. Svo við getum keyrt samhliða bolfisk og karfa.
Og það er svona sérstakt við þetta. Karfinn er svona alltaf verið okkar svona önnur helsta tegund, svo við vildum ekki sleppa þeim fiski, en hann er unninn á allt annan hátt heldur en til dæmis þorskur. Þess vegna settum við upp 2 línur í húsinu. Er það yfirleitt í fyrirtækjum er ein lína bara? Já, menn sérhafa sig í þorsk- og ýsuvinnslu eða við erum að sérhafa okkur í þessum 4 helstu tegundum. Já. Hvar er markaðurinn ykkar? Hvert eru þið að flytja? Eru þið að flytja þetta út um allan heim? Já, við erum að flytja sko til Evrópu og Bandaríkjanna, en langstæðsti markaðurinn er Frakkland sem stendur. Já. Og hvað myndir þú giska á að fiskurinn, frá því hann kemur hérna á bryggjuna, fyrir gegnum ykkar línu, hvenær er hann kominn til Frakkland? Svo að hann er 2-3 daga gamall hérna þegar hann er búið þegar hann kemur hérna inn í hús, stoppar hérna í 2 daga og síðan er hann frá nokkrum klukkutímum flugi og upp í kannski 4 sólarhringa með skipi. Elstur er hann kannski 7-8 daga gamall þegar hann kemur á disk neytandans í Evrópu. Frá því að fiskurinn er sturtað úr kvörunum sem kemur úr bátunum, sem ísaði fiskur í kvörun, frá því að sturta það inn á vélarnar og þá getum við búin að pakka hann og líða einhverja 2,5 mínúta. Hraðinn gengur út á það að fiskurinn ná ekki upp varma, og þannig að ef að varminn fer upp þá skerðist geymsluþolið, svo hraðinn skiptir máli til að það eykur geymsluþol fisksins. Það er allt hrámetið, það má aldrei hitna, þá fer geymsluþolið.